Það voru strax einhver svona óljós tíðindi af því hvort að svona Hamas væri hluti af einhvers konar samkomulagi þetta. Sem voru náttúrulega ekki. Ísrael, já, akkurat, og það var einhvern veginn þögn frá Ísrael þangað til í gær að Netanyahu lýsti yfir að þau höfnuðu þessum plönum alfarið. Ég orðin eins og hrædd að við séum annars vegar á svona upphafsstigum einhvers tímabil sem að muni vara í einhver tíma og hins vegar finnst mér orðið dálítið óþægilegt hvað við höfum mikla tilhneigingu til þess að slíta í sundur alla þessa atburði og líta á þá sem einstaka og að þeir tengist ekki og kalla hlutina nöfnum sem þægilega að kalla þá heldur en að tengja þessu atburði alla saman og spyrja okkur býtu hvað raunverulega að gerast? Hvar erum við raunverulega stödd? Góðan dag og velkomin á Flekaskil. Ég tala til ykkar frá húsi tengdaforeldra minna í Svíþjóð og heiti Dagur B. Eggertsson og í London höfum við Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir. Við erum hérna saman í fjár frá 2 löndum að tækna tröllin með góðra aðstoð frá Tóta. Já, við erum að þreifa fyrir okkur í því að vera að vinna þetta á fjár og gengur vonandi vel því að alþjóðamálin hafa sannarlega ekki sofið í sumar. Fréttir bara undanfarna daga eru af ýmsu tagi og ég tók eftir því að Kenneth Roth sem var nú framkvæmdastjóri Human Rights Watch í mörg ár, mikið inn í alþjóðamálum og kennir núna við Yale háskóla. Hann spurði þeirra spurningar hvort að innrás Trump í Grænland væri einfaldlega hafin og var þá að vísa til skrifa og frétta Guardian það að bandarískt olíufyrirtæki með tengsl við Trump væri farið að ferja á land tæki og búna til þess að hefja olíuboranir án þess að vera með öll fullgild leyfi og landsstjórnin neyddist til þess að gefa út sérstaka yfirlýsingu út af þessu. Hvað segir hinn nýi sendiherra okkar í London þessar nýjustu vendingar í Grænlandi? Já, bara sem svona, borgari sem að les fréttir og fylgist með að þá þetta náttúrulega stór frétt og stór mál og ég hef séð fleiri skrifa á þessum nótum og það má til dæmis alveg velta fyrir sér margum tala fullveldishugtakinu þegar að og hvað þýðir þetta ef að það raunverulega þannig að Bandaríkjastjórn ætlar að fara í þetta verkefni þvert á vilja Grænlands án þess að hafa tilskilin leyfi að þá geta menn svona velt fyrir sér hvað þýðir það fyrir Grænland, hvað þýðir það fyrir konungsveldi Danmörk og hvað þýðir það bara svona almennt einhverjar leikreglur í þessu tilfelli að ræða Bandaríkin. Þannig að þetta auðvitað ekki eitthvað gamanmál og ekki eitthvað smámál og eitthvað fyrir allt svona fengjandi fólk að hafa áhyggjur af, sko. Og Trump endurtekið birtir þessa mynd af sér að svona horfa yfir halló Grænland. Akkurat. Og kannski nátengt en þó ekki, sko. Íranmálið þetta heldur áfram. Þar sjáum við svona ýmsar fréttir sem að virðast kannski ekki tengjast en lúta allar að því að svona fást við einhvers konar afleiðingar af þessari breyttu stöðu. Ein var nú sérstaklega athyglisverð svona í sögulegu ljósi þar sem að eiginlega öll kjarnorkuveldi heims hafa verið sammála að fjölga ekki löndum með kjarnorkuvopn en Bandaríkin voru að gera nýjan samning við Sádi-Arabíu kjarnorkuvopnamál. Það var nú eitthvað málum blandi hversu svona djúpt það samstarf ætti að ná en þetta vakti athygli allra sem hafa lengi fylgst með umræðu kjarnorkuvopn og meðal annars þessa stóru ástæðu fyrir aðgerðum Bandaríkjamanna gagnvart Íran eru sagði að vera komið veg fyrir að þau komið sér upp kjarnorkuvopn. Já, og svo sömuleiðis það sem gerist í vikunni var þetta varnarbandalagssamkomulag þarna milli Tyrklands, Sádi-Arabíu og Pakistan. Nú Tyrkland sko NATO-ríki
með að ég held annan stærsta landherr innan NATO og er að ganga inn í einhvers konar varnarbandalag þar sem eitthvað svona ef ráðist á eitthvað okkar þá að ráðast á okkur öll með Sádi-Arabíu og Pakistan. Þegar þú teiknar upp þessa mynd af sko þróunni hvað varðar Bandaríkin og Grænland, þetta varnarbandalag dæmi, þetta sem að þú nefnir, þannig Bandaríkin og Sádi-Arabíu, framhald á það sem við köllum ennþá fjölþáttaógnir og ég kann nú bara ekkert alveg sérstaklega við það af því það er hægt að blekkja sjálfa sig ansi lengi ef að við höldum bara áfram að kalla alls konar hluti fjölþáttaógnir. Þá ertu komið með austari hluta Evrópu, komið syðri hluta Evrópu, þú ert komið svona grundvallar reglur í þessu alþjóðakerfi og það bara, ég veit ekki hvernig fólk getur ennþá haldið því fram að hlutinni sé ekki breyttir og að við séum ekki að fara af leið sko. Og hvað það þýðir fyrir, þú veist, lönd eins og Ísland en í raun bara yfirgnæfandi, í raun bara nánast öll löndi í heiminum sko. Þetta er ekki falleg mynd sem er teiknast upp sko. Nei, ég tók eftir því að því maður á bara fullt í fangi með að fylgjast með þessu. Tók eftir því að utanríkisráðherra Tyrklands lýsti þeirri skoðun allavega sinni að Tyrkjum hugnaðist að Egyptar yrðu þarna með. Á sama tíma les maður í New York Times að það gangi bara á í raun þessi háþróuðustu vopn Bandaríkjanna, það er þessi vopnin sem að þeir hafa verið að nota í Íran til þess að þurfa ekki að fljúga flugvélum svona yfir skotmarkunum, þeir eiga töluvert af skotfærum sem er hægt að skjóta úr flugvélum en þetta gengur á vopnabyrðnar sem eru í raun grunnurinn að svona fælingamætti bæði Bandaríkjanna, Asíumegin og Evrópumegin en það verið að flytja mikið af vopnum af þessum svæðum virðist vera niður í Persaflóa til þess að svona halda áfram þar eða hvað. Það gengur náttúrulega á með ýmsum yfirlýsingum í þessu en allavega hefur þetta stríð alls ekki gengið eins og ætla var og það sem er athyglisvert í þessari grein New York Times sem birtist nú bara í núna helgina var að þar var sérstaklega dregið fram að Rússar og Kínverjar væri að fylgjast mjög vel með og Að sjálfsögðu. mikið viðbúnaði því til þess að meta stöðun og meta kannski einhverju opnanir annar staðar ef maður las svona rétt í þetta. Já, og í þessu samhengi sko skiptir líka máli að átta sig á að þessar Patriot-flaugar sem eru stór hluti á svona yfirburðum Bandaríkjanna, það hefur sannarlega gengið á þær frá því að Bandaríkin ákváðu að ráðast á Íran. Þessar sömu Patriot-vélar er það eina í dag enn sem komið er sem að getur skotið niður þessum svokölluðu ballistic missiles sem eru það sem Rússar eru að nota á Úkraínumenn. Og maður sér auðvitað líka skrif frá Zelenski, forseta Úkraínu, þar sem hann er að vitna í orð Trump, Bandaríkjaforseta, frá þeirra fundum að Trump myndi heimila Úkraínumönnum í varðandi samstarf til þess að auka framleiðslu á þessum Patriot-vélum. Þessi Patriot-system kerfi það tekur mjög langan tíma að framleiða og þegar að búið er að ganga svona mikið af því virðist með það sem les á þær byrðar að þá, og maður horfir á og reynir að lesa í hvað Rússar eru að framleiða mikið af ballistic missiles, að þá aftur teiknast ekkit upp neitt rosalega góð mynd. Og það er örugglega oft auðvelt að vera vitur eftir á og ekki ætla ég að láta þessu, ég veit hvernig það er að bera ábyrgð sem að Bandaríkin bera og hér er ég ekki þá bara að vitna í núverandi Bandaríkjaforseta, heldur líka fyrrverandi, að ef að þetta samtal og samstarf hefði farið af stað fyrr að þá værum við líka á öðrum stað. Alveg svo værum við á öðrum stað ef að Bandaríkin hefði ekki ákveðið að ráðast á Íran. Þannig að aftur að bara því miður hvað sem öðru líður að þá er ekki miðað við stöðuna eins og hún blasir við mér að þá
ekki einhvern veginn, ég sé ekki bjarta tíma framundan, sko. Þú veist, auðvitað, ég menna þetta einhvern veginn mallar, það gerist ótrúlega mikið, við erum orðin svolítið vön því að fá margar stórar fréttir í hverju viku, við erum farin að normalisera það, en þegar við horfum bara til baka hvort það eru 3 mánuðir, 6, 9, 12, 18, þá eru þetta gríðarlega miklar breytingar á skömmum tíma og það einhvern veginn ekki eitt, það svo margt og að því leytinu til held ég að það sé fyrir löngu komin tími til þess að svona meðtaka og melta og reyna að máta sig inn í bara frekar mikið breyttan heim, sko. Já, nákvæmlega og maður getur út af fyrir sér skilið að löndin fyrir botni Miðjarðarhafs séu að svona kannski endurskipuleggja sína hugsun og einhverju leyti varnir sem viðbrögð við þessum svona breytta veruleika, en það kemur alltaf aftur og aftur einhvern veginn upp í kollinn á manni sko svarið sem að forstjóri stærsta svona drónaframleiðslu fyrirtækis Tyrklands við vorum að NATO-þingmenn að heimsækja verksmiðjurnar og hann var að fara yfir þróun alls konar ómannaðra vopna og núna bara verið að framleiða þar ómannaðar herflugvélar beinlínis en spurningin sem hann fékk var eru þið svona hvar standið og í þróun á svona varnarkerfum til þess að bregðast við þessum hættum og maður bjóst við einhverju svona sölumanns svari það einhvern veginn hvað var að gera í því en það kom ekki heldur þvert á móti að þá bara sagði hann að staðreyndin væri sú að það að framleiða dróna til árása væri bæði fljótlegra, miklu ódýrara og auðveldara að skala upp á alla enda og kanta og setja niður framleiðsluna bara mjög víða þess vegna að á meðan þessi varnarkerfi væru ótrúlega dýr í framleiðslu og þróun, hægfara og bara fá stykki sem þú gætir raun gert þannig að sko hann eiginlega bara botnaði þetta með einhvers konar sko texta sem að John Lennon hefði alveg verið sko sómi að vegna þess að hann sagði bara sem þá forstjóri eins af stóru vopnaframleiðslu fyrirtækjum Evrópu og því einu stærsta í Tyrklandi að heimurinn þyrfti bara að finna aðra leiðir og tryggja frið vegna þess að þróunin sem hann sæi bara í gegnum sína upplifun af eiginlega úr framlínu þessar vopna viðskipta allra saman væri bara mjög svört heimsmynd vegna þess að máttur eyðileggingarinnar og árásanna væri svo margfalt meiri heldur en nokkuð tíma varna. Þannig að kannski það líka eitthvað sem að þarf aðeins að taka inn og þannig heldur áfram að vitni New York Times þá var einmitt verið að skrifa það líka að sko Tævanir væru að fókusera mjög mikið á drónaframleiðslu til þess að verjast hugsanlegum árásum Kína og þannig að það allir einhvern veginn að svona meta og svona draga ályktanir af hvernig þessi stríðsrekstur gagnvart Íran hefur gengið og ekki gengið. Já, þetta ekki jákvæður spírall og viðbrögð þjóða, hvort sem þau eru, þú veist, pólitísk eða út frá varnaruppbyggingu eða viðbrögð við ákvörðunum sem virðast vera, þú veist, til þess gerðarinn að bara grafa undan þessu kerfi af því að þegar að, þú veist, að vitni þennan mann, sko, það væri betra að leggja áherslu á frið heldur en drónaframleiðslu eða drónaþróun. Að þá auðvitað hangir það saman við það að það væri þá ágætis byrjun eða ágætis breyting að fara aftur að fylgja þessum grundvallar reglum
og reyna að athafna okkur innan þess kerfis eins gallað og það sem einmitt var búið til eftir hryllilega tíma. Og þannig að allt spilar þetta saman en það sem við höfum bara svolítið verið að ræða bara það eru miklu fleiri ákvarðanir, vísbendingar, viðbrögð og svona einhvern veginn, einhver svona veruleiki sem að segja okkur að við erum að malla í og stundum ekki malla, heldur erum við bara að hreyfa okkur frekar hratt í ranga átt en ekki rétta. Og hvar það endar veit ég ekki, en ég orðin ansi hrædd að við séum annars vegar á svona upphafsstigum einhvers tímabil sem að muni vara í einhver tíma og hins vegar finnst mér orðið dálítið óþægilegt hvað við höfum mikla tilhneigingu til þess að slíta í sundur alla þessa atburði og líta á þá sem einstaka og að þeir tengist ekki og kalla hlutina nöfnum sem þægilegra að kalla þá, heldur en að tengja þessu atburði alla saman og spyrja okkur, býtu, hvað raunverulega að gerast? Hvar erum við raunverulega stödd? Og með sérstaka áherslu þá svona annars vegar bara alþjóðakerfið, alheimshagkerfið og síðan Evrópu og samskipti yfir Atlantshafið, sko. Nákvæmlega, og kannski einn angi þess máls sem nú samt rót bæði tortryggni en líka bara ristótt mál í sjálfu sér bara staðan á Gaza. Eftir að svokallaður friður komst þar á, hefur fólk verið að deyja áfram í árásum og eina af fréttunum sem tengist auðvitað alþjóðakerfinu að svokallaður Board of Peace sem var sett á stofn til þess að fylgja eftir svokallaður friðarsamkomulagi Gaza gaf út og Trump fyrir þess hönd í lok júlí að nú verði komin áætlun afvopnun Hamas sem að koma eiginlega dálítið á óvart vegna þess að maður hafði eiginlega ekkert heyrt af því hvað Board of Peace væri að gera og ég segi ekki maður hafi gleymt því en það voru strax einhverjum svona óljós tíðindi af því hvort að svona Hamas væri hluti af einhvers konar samkomulagi þetta og það var alveg þögn frá Ísrael, já, akkurat og það var einhvern veginn þögn frá Ísrael þangað til í gær að Netanyahu lýsti yfir að þau höfnuðu þessum plönum alfarið. Þannig að einhvern veginn bara staðan á Gaza og auðvitað staða Ísrael gagnvart þessu nágranna sínu auðvitað eitthvað sem við þurfum kannski aðeins að kryfja dýpra og fara yfir í þætti vegna þess að ég held að það sé svona ákveðin rót óstöðuleika bara Palestínumálið og það að geta ekki tryggt palestínsku þjóðinni frið og öryggi og þetta Ísrael líka sem hinn hlutin af eitthvað svona tveggja ríkja lausn. Já, og fréttir af, eins og þú veist að segja, sko, það hefur verið frétt í gær að Ísraelsmenn samþykktu þetta ekki, þú veist, í rauninni kannski frétt að þetta hafi allt saman verið eitthvað frétt, sko, því að það virðist ekki mikið hafa verið á bakvið þetta samkomulag, ef að hvorugur aðili, þú veist, átakanna kannast við að hafa nokkuð með það að gera eða vera á leiðin að fara að samþykkja eitthvað slíkt og þá kannski var heldur ólíklegt að það myndi einhvern veginn halda áfram í einhverju vinslu, sko, eða það kemur eitthvað út úr því. Þannig að En hverju eigum við þá von á ef að sýnin svona eiginlega fasteignaþróunarsýn? Kannski eins og sýnin á Grænland sýn á það að leita að olíu burtséð frá einhverjum svona reglum og landamærum og eigum við von á því að seinna á þessu árið á næsta ári þurfum að heyra svona fasteignaþróunarfréttir af einhverjum aðilum sem ætla að fara að stinga niður skóflu á Gaza eða? Ég bara treysti mér ekki einu sinni til þess að vera með einhverjar gámanlegar spekulasjónir það við hverju eigi að búast, sko. Ég bara átta mig alls ekkert á því hvert planið innan þessa
Board of Peace, hverjir eru raunverulega af heilindum einhvern veginn eða hverjir eru raunverulega bara virkir í því samstarfi, hvernig samtal við fólk á svæðinu, þá ég ekki að tala Hamas, heldur bara fólk á svæðinu, hvernig kemur Ísrael inn í þetta, og hvernig mun framganga Ísraelsmanna vera, á næstu mánuðum og misserum. Ég bara get ekki séð fyrir mér alveg hvernig mál munu þróast á þessu svæði, sko. Og þarna erum við kannski aftur að tala þegar það ekki hinar ófullkomnu leikreglur sem þó voru til staðar og einhvern veginn stofnanir og norm og Sameinuðu þjóðirnar og einhverjir svona fulltrúar skipaðir af þeim til þess að fara inn í svona mál þegar þeirra nýtur ekki við eða það einhvers konar nýjir hlutir að gerast, þá veit maður ekki einhvern veginn erfitt að svara eða spá. Já. Og það kannski einhver mann ekki bersýna, allavega ekki bili þó að ég held að flestir hafa nú viljað einhvers konar vopnahlé eða frið, mest af öllu fyrir þetta svæði, að þá svona merking þess orðs gagnvart því sem þarna í gangi vekur bara alls konar spurningar. Já, ég myndi nú setja stöðuna þarna og svona framtíðar músík í einhverju niðurstöðu. Ég myndi nú setja það bara því miður mjög neðarlega á lista yfir hluti sem maður bjartsýnn yfir, og svo einhvern veginn athyglis, það er svo mikið í gangi, og ég held að þegar að fleiri ríki og samstörf sem að hafa, þar sem hlutirnir hafa, þegar við tökum Evrópu sem dæmi, þar sem hlutirnir hafa verið meira í lagi heldur í mjög langa tíma heldur þeir eru núna, að það veldi líka að svona virkari þáttaka og svona ábyrgð þeirra aðila, eru þetta meiri, en þegar einhvern veginn hætturnar eru farnar að beinast að þeim sjálfum og það innri togstreita og það einhverja breytingar, þá líka bara verður það allt dreifðara og það verður meiri svona auðveldara fyrir andstæðinga þessa kerfis og svona almenns friðar. Það er góða fréttir fyrir þá, að þeir geta frekar spreytt sig óáreittir og komist upp með, þegar fleiri og fleiri eru farin að haga sig eins og síðan reglur, nú þá eru þeir sem aldrei hafa viljað fylgja þeim eða hafa almennt ekki gert það, þá það, og þeir gera það frekar óáreittir, þá eru allir líkur á því að það bara haldi áfram, það segir sagan okkur og það bara, maður þekki það frá, bara maður og mann í samskiptum, skilur bara maður þarf ekki að fara í einhverja alþjóðapólitík og alþjóðakerfi til þess að finna það út. Það bara í mannheimum það bara þannig. Og ef við notum þetta til að svona beina kannski aðeins sjónum aftur að Evrópu og að svona spennu á þeim vettvangi, að þá má segja að hafi svolítið reynt á samstöðuna eða svona viðbrögðin í því, og nú ætla ég að vanda mig, ég held að maður eigi að segja þetta sáta. Þetta sem Nefnum sért með þarna spænska, þá er það náttúrulega eins og þótt, en ég held að við getum alveg sagt þetta eins og, en við erum ekki nógu sleip þar, þannig að við sleppum því. Já, en sáta eða þáta sem sagt nyrsti hluti Marokkó, þar að segja spænskt svæði á nyrsta hluta Marokkó, sem sunnan við Gíbraltar, notaður fyrir hernaðarmannvirki, en líka staður þar sem 85.000 manns búa, og hefur verið undir stjórn Spánar reyndar ekki eitthvað stuttan tíma, heldur frá 1580 fletju, og þar áður undir Portúgal, en það eru svona 2 lítil svæði við strendur Marokkó sem Spánn ræður yfir, og þáta komst
aldeilis í fréttir núna vegna hvers? Jú, vegna þess að skyndilega lögðu yfir 70.000 manns, mest ungi karlmenn, til sunds og fylltu þarna í raun strendurnar og þetta var mjög stórt og alvarlegt mál á ýmsa kanta, meðal annars sést á því að 75 manns dóu og einhverstað las ég 11 líka Marokkómegin, en 75 sem sagt Spánarmegin og 11 Marokkómegin og þetta eiginlega gerðist svona í einhvers konar geðshræringu, bæði einhvern veginn dálítið óljóst og samfélagsmiðlar komið það við sögu hvernig einhvern veginn, hvað var til þess að þessi gríðarlega stóri hópur fólks lagðist til sunds og eins voru viðbrögðin einhvern veginn dálítið fálmkennd. Það var bara í fjölmiðlum allan heim að fara að tala innrás í Evrópu og fólki leið bara eins og 75.000 manns streymdu bara upp neðanjarðarlestastöðvarnar í Madrid eða ég veit ekki hvað. En þetta sér svæði og mér fannst bara allt við þetta mál eitthvað bæði sérstakt en líka áhugavert og svona kallast á við ýmislegt sem við höfum verið að ræða. Hvað vilt þú segja þetta? Ertu búin að bora þig ofan í hvað þarna var á ferðinni? Sko, ég segi nú eins og þú veist, það bara fór að streyma fréttir og myndmálið var auðvitað gríðarlega stór hluti af þessu og svona augljóslega vakti upp miklar tilfinningar hjá fólki. Það er margt sem ekki vitað, en það sem vitað að byggt á samtölum við fólk að þá virðist sem sko svona fulltrúar yfirvalda eða landamæragæslu, lögreglu, þú veist, Marokkómegin nánast hvöttu menn til þess að láta á þetta reyna. Það sem að hefur birst eftir þetta stjarnfræðileg virkni rússneska botta í aðdraganda þessa atburðar. Þannig að þú veist, ég velti því fyrir mér hvort að þarna hafi ekki verið að ræða einhvers konar hybrid operation. Viðbrögð Evrópusambandsins og Evrópusambandsríkja fannst mér athyglisverðar, svona til þess að nota milt orð. Það að segja, við sáum þetta strax viðbrögð frá ákveðnum ríkjum, eins og þetta nágrönnum þeirra, Ítala, en líka annarra ríkja nær okkur og mér fannst svolítið áhugavert bara sem svona standandi á hliðarlínunni og fylgjast með, hafandi verið annars staðar í þessu systemi, að þá dálítið merkilegt að upplifa stundum hvernig innanlandspólitík, stjórnarsamstarf og svoleiðis getur haft áhrif á hvernig ríki talar út á við. Það að segja, þú veist, þegar að áhrifin heima fyrir eða jafnvel á milli flokka geta svona skapa pressu á að ríki segja ákveðna hluti eða segja ekki, þú veist, hvernig þau greiða atkvæði, hvernig orð eru valin og svo framvegis, og ég held að hafi verið einhver dæmi það. En þar sem sko utanríkisráðherra Spánar þetta hamraði á bara strax þarna innan, ég held að það verið sólarhring síðar, að nánast allir sem komu þarna yfir væri búið að snúa tilbaka. Þessi fjöldi, þú veist, kom ekki inn á Schengen svæðið. Þessu var stýrt. Það er bara spurning hver gerði það, hver vissi af því, hverjir voru raunverulegi þátttakendur í þessu. Við höfum séð, ég meina, Belarús hefur notað svona leiðir til þess að með þrýsting á
landamæri Litháen, landamæri, ég meina Finnar þekkja það, hafa þurft að styrkja sín landamæri vegna þess að þetta notað sem aftur fjölþótta svona ógn eða aðgerð til þess að skapa kaotík, til þess að skapa ótta og til þess að koma stjórnvöldum í vandræði hvernig þau eiga að bregðast við. Þannig að ég held að það sé mjög margt sem að menn þurfa að læra af þessum atburði vegna þess að það alveg klárt að aftur þeir sem að taka höndum saman, deila ekki endilega hugmyndafræði en sameinast í því að vilja breyta heimsmynd og svona ná sér niður á okkur sem að teljum frelsi og mannréttindi og frið vera einhvers virði, þeir að læra á þessu. Og það ýmislegt sem að þeir gátu sett í glósubókina sína það hvað virkaði, hver viðbrögðin voru, því að þetta ekki alltaf spurningum, sko auðvitað eru hinir svona hin efnislega framkvæmd, skrefin sem eru tekin sem viðbrögð við svona ástandi, auðvitað skipta þau máli. En pólitísku viðbrögðin, samheldni, eining ákveðin svona, að menn taki sér saman sem að einhvern veginn búin að mynda til dæmis bandalög það, þau viðbrögð skipta ekki síður máli. Þannig að ég vona mjög að Evrópa taki nótur hvað var vel gert og hvað var síður vel gert, hver viðbrögðin voru og hvað menn þurfa að læra þessu vegna þess að ef það auðvitað var þetta, ég ekki að gera lítið úr þessu máli, sko, þetta verður stór mál, en ef það þarf ekki meira til þess að það verði, kaotík og óeining og sundurlyndi innan hópsins, að þá ýmislegt að varast. Þannig að þetta var æfing, þetta var test og ég gerir ráð fyrir því að það séu einhver samtöl sem eigi sér stað það sem gangur skuggum að við myndum sýna ekkert nema styrk og einingu og styrk þá með raunverulegum, aðgerðum og pólitískri einingu. Þegar eitthvað svona gerist næst, eða það mun gerast aftur. Já, ég tek undir þetta, en það var í raun dálítið magnað að fylgjast með hvernig þetta fór í þessar svona pólariseruðu skotgrafir bara á 0-1. Trump var bara gaf út yfirlýsingu J.D. Vance, meira að minna allir svona flokkar lengst til hægri í Evrópu fóru strax að einhvern veginn nýta sér þetta og héldu því jafnvel áfram eftir að það lá fyrir að allir nema innan við 2000 væru komnir aftur til Marokkó. Þá mætti Nigel Farage frá Bretlandi á einhverja auðmannavél eða þyrlu og vappaði strendurnar og fór að taka upp eitthvað myndband og einhvern veginn orðalagið innrás og þetta kallaðist allt við einhver svona retorík úr svona einhverju The Great Replacement Theory sem nú mikið tekinn en mér fannst þetta bara svo forvitinlegt og ég alveg sammálaður að þetta sterka kannski popúlíska viðbragð leiddi til þess að mér fannst sumir svona miðjuleiðtogar, ég segi ekki fara á taugum en einhvern veginn gefa bara mjög hratt út einhverja yfirlýsingar sem að, já, ég heldur fljóta að sjá aðeins eftir. Það opnaðist þarna gjá, hafi það verið tilgangur þá tókst að einhverju leita að opna gjá milli Spánverja og annara innan ESB og þannig að það svo margir fletir á þessu sem eru bara mjög áhugaverðir en þetta kallast eins og þú nefnir á við, svona önnur fyrirbæri þannig að maður stendur sjálfa sig að verða svolítið svona ofsóknarbrjálaðan þegar maður fer að hugsa þetta þannig að ég leitaði svona að einhverjum svona hugsunum skýringum og mér fannst svolítið góð samantekt hjá miðli sem heitir Geopolitical Monitor, svona alþjóðastjórnmála vakt einhvers konar og þeir einhvern veginn svona skiptir sér ferð. Í fyrsta lagi gæti skýringi verið bara oftúlkun á nýföllnum dómi að þeir sem komi sjóleiðina til Spánar
að það megi ekki vísa þeim á brott. Og þetta hafi orðið, sko, svo fjöður hafi eitthvað svona oftúlkun á þeim dómi hafi orðið að einhverju hænu sem leiddi til þess að 75.000 manns lögðust til sunds. Ég veit ekki alveg hvort maður trúi þessu. Nei, ef ég má skjóta hérna inn að nú fer í næstu sviðsmyndir. Já. Sko, það getur vel verið að svona dómur hafi afleiðingar. Þú veist, og ég meina við á litla Íslandi þekkjum alveg að niðurstöður, það eru kærunefndir eða annað, geta alveg haft ykkur áhrif. En það gerist auðvitað ekki að því bara að 75.000 manns fá það hugmynd á sama degi að leggja af stað. Að sjálfsögðu er þetta skipulagt. Og það er bara spurning, þú veist, hverju komið þar að og hvernig er þessu operata. Og þar þýðir ekki að vera, þú veist, það er alveg hægt að vera á varðbergi gagnvart því að vera með eitthvað ofsóknarbrjálæði, sko. En það er algjör óþarfi að vera með eitthvað, að vera algjörlega naív gagnvart því að þetta sé bara, þú veist, jú, það kom einhver niðurstaða einhvers dóms og það hefur þetta í för með sér. En hverju voru hinar þrjár? Já, það er nefnilega tvær næstu sviðsmyndirnar. Það tengja svolítið því sem að þú ert að segja. Að það er annars vegar talað um það að Marokkó, sem yfirvöld í Marokkó 2021, notuðu í raun fólksflutninga eða það að hvetja Marokkana landa sína til þess að fara yfir til Þveita til þess að skapa þrýsting, alls ekki jafn miklu mæli, en það voru samt þúsundir, kannski 10% af því sem að magnið var núna og voru svolítið staðinn að því. Þannig að það er svona baksaga í þessu og svo þriðja sviðsmyndin og það er að segja bara erlend öfl, hvort sem það hefur verið leyniþjónustur sem vildu ná sér niður á Spánverjum vegna afstöðu þeirra í Íransstríðinu eða til Gaza, þeirra hafa verið mjög gagnrýnir á Ísrael, en eins og þú segir þá eru margir sem skrifa um það að rússneskir bottar sem eru þá svona sjálfvirk spjallmenni sem að ýta ákveðnum upplýsingum hátt á þessum samfélagsmiðlum hafa verið á bakvið og markmið getur bara verið að einmitt framkvæmda klofning, að þarna sé einhver veikleiki sem er auðvelt að ýta undir og sumir bara í evrópskum stjórnmálum tóku bara fagnandi að einhvern veginn fá þetta dæmi til þess að tala um innrás, innflytjenda og svona þó að tölur fjölda hælisleitenda sem komið til Evrópu sé bara í frjálsu falli. Það er bara miklu minna í ár og í fyrra heldur en var á árum áður. En fjórða ástæðan sem getur auðvitað verið undirliggjandi í öllum hinum að segja má er bara efnahagsvandi, atvinnuleysi ungs fólks og karlmanna í Marokkó sem leiðir til þess að það er lægri þröskuldur en ella til þess að hoppa á eitthvað svona í kannski hálfgerðri örvæntingu eða svona einhverju múksefju. Já, nei, mér finnst þetta nú bara ágætis sko yfirlit og ég held að sé sitt lítið af þessu öllu sem að hefur þarna átt sko þátt. Ég meina, þú veist, hefði akkurat þessi barátta eða þessi atburður einhvern veginn hefur verið stuðlað á honum eða ekki hefur verið fyrir einhverja niðurstöðu í einhverju dómsmáli, það getur vel verið að menn hefur valið eitthvað annað. En þú veist, það er alls ekki þannig að það sé eina skýring. Fjórði punkturinn sem þú nefnir varðandi bara efnahagsstöðu og ég meina auðvitað, þú veist, þann jarðveg þarftu alltaf. Hann er bara svo víða. Það er bara, þú ert bara með púðutunnur, þú veist, að því leytinu til mjög víða, þannig að það er ekkit rosalega erfitt að fýra upp í því þegar þú ert með, eins og ég nefndi þessu svona einhvers konar hybrid operation. Þú veist, það eru komin bæði skrif og gögn sem að sýna að þessu var stýrt, þar að segja að það eru bottar sem að þú veist ýta undir þetta. Og oft er það nú þannig að þú veist, það er ekkit sérstakt pólitískt markmið með því. Markmið er bara að auka á, þú veist, polariseringu, að auka á ótta, að koma upp ykkur svona kaotísku ástandi og því leytinu til þá gekk þessi, þú veist, aðgerð þokkalega. Hverjir síðan nákvæmlega, þú veist, komið þarna að,
hverjir voru, þú veist, voru þetta fleiri en eitt ríki sem voru eða hópar sem voru að vinna saman, voru einhverju sem að vissu af þessu en þú veist, gerðu ekkert en gerðu heldur ekkert í því. Og síðan á endanum þetta þá líka spurning hvernig var brugðist við og hvernig brugðust Evrópulöndin við, hvernig brást Evrópusambandi við og hvað hægt að læra af þessu. Hvað getur Evrópa lært af þessu og hvað getur við talið nokkuð ljóst að aðrir séu að læra af þessu. Því að þetta ekki fyrsta sinn, þetta ekki síðasta sinn og aftur finnst mér mikilvægt að þótt þetta dæmi sé ekki eitthvað sem hefur einhverja beina tengingu, þú veist, við okkur heima á Íslandi, að þá þegar þú teiknar upp mynd af mismunandi fjölþátta ógnum, aðgerðum, brotum innan Evrópulanda, þá eru þau mörg, þau eru margvísleg, þau eru, sum þeir eru sambærileg á milli landa, önnur eru gagnvart ákveðnum löndum, það er unnið með veikleika í hverju samfélagi fyrir sig og að því leytinu til mikilvægt að reyna að leggja sig fram að tengja þetta saman og sjá þá mynd sem að teiknast upp og hvað það, þú veist, þýðir fyrir okkur og af hverju það mikilvægt að huga að, þú veist, þessum svona almenna viðnámsþrótti sem auðvitað í, þú veist, svona breið skilgreining og viðnámsþróttur eins samfélags ekki eins skilgreindur sem viðnámsþróttur, þú veist, eins og viðnámsþróttur annars samfélags, það fer auðvitað eftir samfélagsgerð, aðstæðum, veikleikum, styrkleikum, ytri aðstæðum og svo framvegis. En það mikilvægt að átta sig á þessu vegna þess að þetta svo þróun sem að hefur mallað og stundum ágætis hraða. Hlutir sem að gerast í dag hefði verið stórar fréttir fyrir einhverjum misserum eða örfám árum síðan, rata varla í fréttir í dag og það þessi tilhneiging til þess að skilja þetta í sundur og horfa ekki á þetta sem eina heildarmynd. Þá ég ekki að segja að þetta sé allt hægt að rekja til einhver sama hóps eða sama lands eða sum ástöðu, en þetta samt þróun sem að skiptir máli fyrir okkur að átta okkur á og meiri segja síðan sömuleiðis í samhengi við eitthvað sem að við getum sagt að sé, þú veist, hvað línan þegar kemur að fjölþáttaógnum, þegar við erum með dróna inn í lofthelgi annarra ríkja, við kallum það líka fjölþáttaógn, þú veist, hvað þurfa þær að verða margar, hver þarf afleiðing að vera af einhverju til þess að við förum að kalla eitthvað annað, þú veist, mun þetta malla í þá átt eða eru áhyggjur manna því að það verði einhver landhernaður í einhverju afskiptu svæði, einhver staðar, þú veist, í einhverju Evrópuríki. Ég veit það ekki, en ég ekkert endilega alveg viss að verða endilega þannig. Það svolítið svona, kannski eldri útgáfan af einhvers konar svona stigmögnun í átökum. Kannski verður þetta meira í átt við einhvern graut af allskyns hlutum sem við köllum ennþá fjölþáttaógn. Já. Og þetta tengist okkur þó beint að því leyti að við erum í Schengen og okkar dómsmálaráðherra satt svo kallar neyðarfund þetta sem var eins og við á fjár og mér fannst Þorbjörg Sigríður býsna skýr í sínum málflutningi. Hún lagði áherslu á við erum í Schengen, spotnin í Schengen, en þetta svæði ekki hluti af Schengen-svæðinu. Það gilda alveg sérstakar reglur og að því leyti var þetta mjög misvísandi fréttaflutningur eins og það væri brostin á innrás inn á meginland Evrópu að því leyti, þó að manni þetta ekki huga að gera lítið úr málinu, en þar sem að ég tek bara undir með þér sko að ef maður að tala svona einhverja heildarmynd, að þá, að því við höfum nú lofað að segja stundum frá því sem við erum að lesa. Ég var að lesa þessa ágætu bók sem ég hafði nú blaðað í áður og lesið dálítið mikið en ekki lesið frá orðs fyrir núna í sumarfríinu. Þetta bók sem heitir If Russia Wins eftir Carlo Massala og hún stutt, hún sviðsmynd eða svona scenario sem að nú eiginlega aðferðafræði sem mikið notuð í stefnumótun og slíkt núna, meðal annars á Íslandi, en sprettur upp úr hernaði þar sem verið að teikna mismunandi sviðsmyndir eitthvað geti gerst og hún vakti mjög mikla athygli í fyrra, af því hún bara ársgömul og lýsir í raun
stöðu sem nokkurn veginn svona. Úkraína hefur neyðst þess að gera nauðarsamninga við Rússa. Það veldur innri ólgu í Úkraínu. Evrópa stillir sig strax einhvern veginn inn á það þessi komin friður og fer bara að huga að öðrum málum. Bandaríkin hafa aðra forgangsröð og fara að líta í aðra átt og Rússar nýta sér þetta ekki til þess að taka yfir Evrópu eða fara í landhernað eins og þú segir, heldur til að láta reyna á samstöðu NATO með dæmum sem að urðu í raun svolítið á hversmanns vörum, ekki kannski bara út af þessari bók en meðal annars út af þessari bók, sem fólst í því að Rússar mundu fara inn í lítið hérað í Eistlandi sem heitir Narva, sem þarna við landamærin, og taka yfir eina eyju sem heitir Hiiumaa og mundi gefa þeim sem þetta í raun algjöra stjórn í raun á Eystrasaltinu til þess að dreifa athyglinni enn frekar og það er það sem ég fann svo áhugavert við lýsinguna á þessum sviðsmyndum að Carlo Marsala passar upp á að láta sem mundi líklega gerast í raunveruleikunum, margt gerast í einu sem dreifir athyglinni. Það sem Kínverjar taka yfir ákveðna svona radarstöðva eyju við Filippseyjar, Rússar fara og setja vodka og kavíar á eyju sem þekkt fyrir að vera rifrildiseyja milli Dana og Kanada, kölluð viskieyjana því að þau voru skiptast á að setja sem þjóðar áfengisdrykki. En það er búið að leysa það mál notabene. Akkurat, það er búið undir þetta samninga. Það er svolítið snjallt hjá honum að nota það, bæði sem svona stórveldabrandara, en í brandaranum fólstu þetta sína fram á rússneskur kjarnorku kafbátur gæti hæglega komist óséður á svona nálægt Bandaríkjunum. Og svo framvegis og lýsir í raun því hvernig röð lítilla og stórra atvika reynir á 5. grein sameiginlega varnargrein Atlantshafsbandalagsins, lýsir umræðum í Norður-Atlantshafsráðinu þar sem að Bandaríkjamenn draga lappirnar, við förum ekki að hætta á kjarnorkustríð út af einu litlu héraði í Eistlandi og þetta allt mjög sennilegt. En leið eitthvað svona, þú veist, þetta gerist ekki einhverju einu skrefi eða einhverju einu drama, þetta smá saman. Akkurat. Nei, ég meina, þú veist, ég tek undir þessa sviðsmynd. Margt af því sem hann skrifaði hefur auðvitað bara gerst frá því að þessi bók kom út, þótt hún sé mjög nýtil, þú veist, ég meina, hún ársgömul eða eitthvað. Já, að þá hefur margt gerst á þessu eina ári og það er þessna sem að, þú veist, mér finnst það skipta máli að við annars vegar, þú veist, köllum hlutina réttum nöfnum, að við tengjum hluti saman sem tengjast og að við meðtökum hvað það kann að þýða fyrir, þú veist, bæði okkur en bara svona einhvern veginn heiminn í kringum okkur og okkar way of life sem maður leyfir sér að sletta, þú veist, öryggishagsmuni, útflutningshagsmuni, frið, frelsi til athafna og svo framvegis. Vegna þess að ég held að þetta myndi frekar malla svona og það er auðvelt að láta eins og það hafi ekki gerst þegar þetta er gert í smáum skrefum. Það er einmitt það sem að, þú veist, þeir sem eru að stunda þetta eru líka að vona að verði niðurstaðan. Að þú bara færir línun alltaf smám saman, þú normalisir ákveðna hluti og svona samhliða því að þá reynir að grafa undan hvað sem það eru samfélögum eða kerfum, samningum, trausti og svo framvegis, af því að það gagnast þér í þínum, með þinn metnaði eða í þínum markmiðum. Þannig að þú veist, það eina sem ég hugsa er varðandi sko þennan svona landhernað, þú veist, hvort að það er líklegra eða hvort þetta verður eitthvað svona drónatengt. Og ég veit ekki hvort ég hef einhvern tímann nefnt, ég held við höfum einhvern tímann, ég hef einhvern tímann komið inn á því ég farið til Narva
bara keyrði bara þangað og það er ótrúlega, þú veist, það er alveg mikil upplifun að fara þangað. Þetta er bara eins og þú veist, svæðið frá Eistlandi til Rússlands, þetta er bara eins og horfið við tjörnina í Reykjavík. Þú veist, þú er bara með eistneska fánan, svo kemur bara svona smá, þú veist, vatn og svo bara rússneski fáninn. Og þú veist, aðeins frá þá er eins og þetta sé einn og sami kastalinn. Og þú veist, andstæðurnar þarna á milli. Þannig að það er alveg ástæði fyrir því að Narva er oft nefnd sem í svona sviðsmyndum, sko, og einhverjum borðæfingum og svoleiðis. Það er líka áhugavert sko að því að þetta er svo stutt síðan þessi bók kemur út, bara rétt rúmt ár, er að sko Úkraína er ekki búin að gera nauðasamning og er í rauninni sterkari stöðu að flestra mati núna heldur en fyrir rúma ári. Það er ótrúlega margt sem hefur gerst Evrópumegin. Evrópa hefur í rauninni fjárhagslega og pólitískt komið í stað Bandaríkjanna sem stuðningur við Úkraínu. Já, miklum krafti á þessu ári en sko að Bandaríkin sem aðra forgangsröðun er svona vægt til orða tekið raun ef við bara nefnum Íransstríðið sem við vorum að fjalla hérna áðan og Rússar eru í mjög vaxandi mæli að láta að reyna á samstöðuna með ýmsum hætti. Nákvæmlega eins og þú segir, eitthvað sem hefur verið stór frétt er bara daglegt brauð, einhverju drónar að detta niður hér og þar og flugvellir að stöðvast og ef maður í raun tekur þessa sviðsmynd og heimfarana kannski svolítið hérna norður eftir og þá gæti maður kannski ímynda sér einhverju uppákomi í tengslu við Svalbarða eða svona þessar kannski ekki Ísland eða sko Keflavíkurflugvöll, þetta meira svona Svalbarða, einhvers konar samstarf Bandaríkjanna og Rússa við olíuleit í tengslu við Grænland sem einhvern veginn myndi setja margar hluti á sko hliðina og svona, ég held að sé áhugavert að nota í raun svona ég segi ekki skáldskap, heldur svona einhverja sviðsmyndi til þess að bara svona aðeins að opna huga sinn fyrir því að hlutirnir eru ekki alltaf eins og þeir hafa verið og hérna og kannski því tengt að því að við förum nú að slúta þessu að ég tók eftir því að nákvæmlega eins og í sko viðtali Restis Politics við Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra þá var The Economist með grein þjóðaratkvæðagreiðslum að taka upp aðildarviðræður að nýju í vikunni og talar þar eins og þeir félagar Restis Politics að Trump sé að ýta Íslandi í áttilega Evrópu og það er reyndar farið ágætlega yfir það það séu skipta skoðanir og það eru skoðanir með og skoðanir hérna á móti og svona titringur í báðum herbúðum en ég veit að við verðum að bregðast hlustendum og áhorfendum flekaskila ef að við fengjum ekki nýjan sendiherra í London til að segja okkur bara aðeins frá einstu hjartarsótum hver svona fyrstu viðbröðin er svona, já viðbrigðin og upplifunin er einmitt að flytja til London. Nú ertu búin að vera hvað viku? Já, bara rétt rúma viku. Hvað ég að segja? Bara stutt, sko, svona byrja bara vinnulega síðan þá mætti ég bara til vinnu á þriðjudaginn, það þetta allt mjög rólegt í London í ágúst og sérstaklega í byrjun ágúst, þetta er sumarfrísmánuður, það eru margir bæði þá svona, þú veist, önnur sendiherrar eru í hérna sínum sumarfríum en líka bara kerfið, þetta er svolítið eins og júlí kannski heima hjá okkur, það eru þetta breytingar, þú veist, nýr forsætisráðherra og mikla breytingar, mannabreytingar inn í öllum ráðuneytum. Og svo er það þannig að ég afhendi sérst afrit af trúnaðarbréfi ekki fyrr en 13. ágúst sem að þýðir að mér er svona alveg dálítið bundnar hendur með það hvað maður getur gert og hvert maður getur mætt og svoleiðis fyrir þú ert búin að gera það og svo þetta formlega þegar þú ert búin að afhenda trúnaðarbréf konungrum sem er ekki fyrir einhvern tíma seinna í vetur. Þannig að ég hef átt svona bara kurteisis fundi með svona nokkrum kollegum og það heldur áfram í næstu viku. Svo fer ansi mikil tími í svona admin hluti hér. Þetta er þegar fólk er að kvarta yfir
stafrænni þjónustu á Íslandi að þá held ég að flestir sem hafi búið í ýmsum öðrum löndum geta ekki alveg tekið undir það. Því það er töluvert auðveldara, mjög margt af því sem við gerum heima með okkar kennitölu og banka upp og vegabréfs umsóknir og allt þetta dót sko. Þannig að það er svona ekki kannski mikil framleiðni í því en þetta er verkefni sem maður þarf bara að gera þannig að það er ágætt að gera það meðan það er róleg. Krakkarnir eru náttúrulega ekki komnir þannig að þetta er svona ekki orðið einhvern veginn eins og þetta verður eftir 10 daga. En kötturinn náttúrulega mættur og hann var lokaður inni í viku meðan hann var að læra nýjan stað. Nú fær hann að fara aðeins út í garð og vælir þess á milli við hurðina að hann fá ekki að fara út. Svo náttúrulega bara er rosalega heitt. Það er sko, þetta er ekki mjög svona típist London veður. Ég held að hafa ekki rignt hérna í svona 50 daga. Almenningsgarðarnir, sko, ég sagði við manni minn, þetta minnir svolítið svona eins og það er ákveðin hlutir þar sem er bara svo sért einhvers staðar á, bara alveg, þú veist, bara einn Tenerife, sko. Þú veist, almenningsgarðarnir eru bara gulir. Trén eru græn, en þú veist, laufin eru byrjað að verða gul sem á ekki að gerast fyrir mikið seinna, því það er bara ekkert vatn, það er bara engin rigning. Þannig að, Og má ekki já, nota þetta byrjar, sko, mér skilst að það megi ekki vökva gras af því að það er hræðsla við vatnsskort. Þú mátt vökva blómin en ekki túnin. Garðarnir eru augljóslega ekki vökvaðir því að þeir eru bara skrjáfar. Það er ekki, þú veist, það er ekkert grænt. Það er eiginlega ekki lengur gras, þetta er bara dautt. Þannig að það er dálítið áhugavert. Þetta er ekki blauta London sem að hún er þekkt fyrir að vera. En síðan er maður bara, þú veist, kaupa kryddskúffuna og hveit og flórsykur og bara svona koma sér fyrir á nýjum stað, sko. En það er líka ágætt að sé rólegt, maður geta að vera að, þú veist, lesa skýrslur og lesa alls konar mál og svona byggja upp ákveði, þú veist, maður er alltaf ekki með stofnanaminni eins og þeir sem að veri hér á undan. Svo bara hlakka ég til þegar þetta fer allt í aksjón og allt lifnar við, þú veist, svona í kerfum og hugveitum og viðburðum og svoleiðis. Og svo er framundan alltaf alveg svona íslenski viðburður, þú veist, það er norðurslóða viðburður, það er Taste of Iceland í september sem er stórmál, er venjulega í DC en er núna hér í London með svona kerfinu hérna, þannig að ég hlakka bara mikið til. Já, við höfum komið víða við, en mikilvægt að fá þetta fram með köttinn og flórsykurinn og að þú sett að koma þér vel fyrir á skraufþurru og gulu grasi Lundúnaborgar. Þá er flekaskilum lokið í dag. Við höfum komið víða við. Grænland, Íran, Gaza, Spánn, Marokkó, Ísland og auðvitað London. Það sem Þórdís Kolbrún og kötturinn ásamt fjölskyldu Kolbrúnar er að koma sér fyrir á nýjum stað. Við þökkum fyrir að sinni.